Viltu? Fá þú þér. Ég get ekki tekið fyrsta bitan af panini. Þú verður að Já, en gera þú það. veist, hvað ef þetta er eitrað? Ekki standa upp, sýstu niður. Ekki vera feimin mig. Reyndu bara að koma þér fyrir. Sannig að þú sjáir mig vel. Ekki taka augun þín á mér. Þú elst upp, þú fæðist 99. Já. Rétt fyrir aldamótin. Þannig að Já, þetta er cool. 2000-andinn var ekki, hann var ekki hátt skrifaður hjá þér. Nei. Veistu hvað það er? 2000 vandinn? Já. Hvað er það? Þeir allir voru hræddir árið 2000, þegar bara árið 2000 myndi gerast. Já, það myndi allir deyja. Það myndi alltaf tölvur hrynja. Damn. Og hvað er stúpid? Já, núna, en skilurðu, þú ert bara, kemur hann að, þú veist, þú ert núna að segja þessi stúpid, það var ekkert stúpid þá. Við vorum mjög hrædd þetta. Já, fyrirgeðu, þetta var ljótt. Þetta var mjög ljótt af mér. Þetta var ljótt, já. Já, þetta lítur að vera mjög erfið tími. Ég er ánægð að hafa verið bara... Einsás, eða cirka. Og ekki vita neitt. Nei, já. Þannig að þú veist, þú ert alveg af þessari kynslóð sem bara, þegar þú ert orðinn 6 ára, þá eru símar með kamerum á og þú ert bara búm mætt í að taka upp myndir. Það var ein myndavél sem var alltaf í gangi, sko. Já. Pabbi tók allt upp sem maður gerði og sagði. Þú erum alveg að leiði sig. Mjög, ég er með myndavélina svona bara. Bara að taka mig sjálfa upp, sko. Hvað ertu gömul þarna? Svona 6 ára. Pabbi var bara alltaf með gítarinn, skilur. Þú veist, og við vorum bara öll að borða og hann mæti bara inn og bara eitthvað að byrja að spila í ruglinu, þú veist. Og það var alveg gaman, skilur, en maður var bara með kjúklingin uppi sér eitthvað og svo eitthvað, Bríet, kottu, taktu með mér, skilur, og maður var bara eitthvað, já, hérna, trouble, eitthvað. Svo er ég, svo fæ ég allt í einu bara svona, herðu, ég bara verði að læra hljóðfæri. Og ég er 12 ára þegar ég fæ einhvern alltaf stóran gítar og er eitthvað að læra á gítar. Pabbi kennir mér bara á gítar. Markmiðið mitt var sko að spila í fermingunum minni fyrir mömmu mína, nema að það misheppnast alveg fullkomlega af því að ég byrjaði bara að spila. Og þetta lag er, þú veist, bara mömmu næstu því, skilur við. Þetta var lag með Miley Cyrus sem heitir Butterfly Fly Away. Og ég byrjaði að spila það og fer bara að hágráta. Ég bara byrja að hágráta og labba bara í fangið eitthvað. En henni fannst þetta fallegt líka. Hún fór að hágráta? Já, hún fór að hágráta. Það fór allir að hágráta, sko. Við viljum hafa það á hreinu. Það fóru sko allir að hágráta. Ég var ekki ein eitthvað þarna upp eitthvað. Þú veist, það voru bara allir bara Vimina, þetta er svo fallegt. Þetta er svo fallegt, eitthvað. Og fólk talar ennþá þetta í dag, sko. Bara þetta fallegasta ferming sem ég farið í. Já. Það er nefnilega þannig, sko. Þegar ég er 15 ára gömul, þá var ég fengin til þess að syngja á íslenska barnum og taka nokkuð lög á Off Venue Iceland Airwaves. Þá fæ ég pabba með mér, gleymi snúru fyrir gítarinn og það er einhver að spila á undan mér og ég eitthvað svona spyr strákinn sem var að spila undan mér eitthvað, er í lagi að ég fái snúruna í láni? Þannig að hann þarf að sitja út alla tónleikana til þess að fá snúruna síðan tilbaka. Þegar við erum búin, þá kemur strákurinn sem heitir Jakob Gunnarsson upp að mér eftir þessa tónleika og er bara eitthvað, wow, hvað var það flottur að, við ekki bara stofna hljómsveit eða? Og ég eitthvað svona, jú. Ég fer bara heim til hans, hann er bara jazz piano leikari og þetta er fyrsta skipti sem ég bara get bara eitthvað svona, herðu, en þetta lag og hann bara byrjar að spila það og ég var bara eitthvað svona, wow. Og hann var alltaf að spila, þú veist, út um allt á mánudjazz og var fenginn svona, þú veist, á veitingastæði til að spila bara nokkur lög, þú veist. Við æfum bara prógram. Þarna er ég bara að syngja eitthvað Ella Fitz og Etta James og Billie Holiday og... Getur þú sungið eitthvað lagast? Já. Ok. Sérðu hvað mikið af máum? Já, farið! Oh my god! Ég
sko einhvern veginn... Veistu hvað ég gerði þessu hérna á þessu rólalli? Fórstu í sleik? Ég fór heilan hring svona í rólalli. Nei! Þú finnst þessi kjaftaði. Í alvörunni, sko. Já, ég er með strákunum í stúdíónu og við erum eitthvað að leika okkur og á sama tíma er ég alltaf að spila með Jakobi á veitingastöðum. Og svo leiði það út í að Jakob flytur erlendis og svona og ég þarf bara að finna með gítarleikara og þá kynnist ég Rögnvaldi. Við bara, já, byrjum að spila saman og ég fara að gera svolítið ein. Þannig að ég var komin út í það sko að vera alla miðvikudaga á Íslenska barnum, alla fimmtudaga á Bike Cave og alla laugardaga keyrði ég ein upp í Þrastalund að spila í 3 klukkutíma á gítarinn. Og þetta er eiginlega bara uppáhaldsgiggið mín sko, vera bara út í horni eitthvað og enginn er að pæla í þér og þú ert bara eitthvað, þú veist, bara í þínum eigin heimi að syngja sko. Það er eitthvað að falla við það, sko. Svo er ég í einhverju partíi á menningarnótt. Þá kemur stelpa upp á mér og segir mér frá því Oh my god, eitthvað, Pálmi, Stop It Go, elskar þig. Ég eitthvað, hver er það? Þannig að ég eitthvað gríp tækifærið geðið mikið, sendi á hann svona fake message. Hei Pálmi, veistu klukkan hvað flugvildarnir eru? Ei, aha, úps, vitlaus Pálmi. Klassísk taktík, sko. Aha. Já, svona. Hefurðu gert þetta? Ég meina. Já, ég veit. Nei, sorry. Sorry, þetta átti ekki að fara á þig. En þú veist, fyrst ég með þig á línunni. Það er 100% sko. Já. Af því þetta þræl virkaði, skilur, af því að ég sem sagt er síðan að spila á Íslenska barnum ein mitt eigið stöf, að hann er þarna og hann kemur upp að mér eftir þessa tónleika og bara eitthvað, herðu, ég vil vera partur á því sem þú ert að gera. Og við tökum fund og ég eitthvað svona er að kynnast hann og ég er bara eitthvað svona, ég og þessi gaur erum ekki að fara að vera vinir, sko. Og hérna bara eitthvað svona, ég tengi ekkert við hennan gaur, sko. Nefnum hvað, fyrsta lagið sem við semjum saman er Into Deep. Nobody can love me better. Það tók sinn tíma, var alveg 1 ár að verða til og með tímanum verðum við svona ótrúlega nánir vinir. Þá bara byrjaði boltinn að rúlla, bara ennþá meira, skilur. 6 dögum eftir að það kemur út, Into Deep, þá byrjaði bara síminn að ringja á mailinn bara á fullu. Bara við erum að fá þess að bríða þetta út hérna, fljúgan hinga, við viljum fá fund og við erum hérna Sony og við erum hérna Universal og maður fær bara svona sjokk, bara svona, hvað, ha? Og við förum hana út. Og að gera hvað? Að fara á fundi með labelum sem eru... Sem vilja bara fá þig? Vilja bara sæna mig. Ég var bara alveg lost, sko. Þú veist, og hvað? Og ég bara að fara að skrifa undir hér og þið vitið ekki einu svona hver stefnan er eða... Ég veit það ekki einu svona sjálf, skilur, þú veist. Það hefði verið svo auðvelt að bara, já, let's go, bara skrifa undir, þú veist. En þá hefði maður bara lent upp á hillu og gert eitthvað heimsk. Þetta hefði verið bara, náttúrulega bara fáránlegt, skilur. Herðu, Neo misti ólina sína, maður. Þetta er köttur. Já, hann vonandi svarar hann. Hæ. Neo kissaði Lóra eða eitthvað, hérna misti ólina sína. Herðu, ég var hann ekki þakklátt eða? Nei, náttúrulega drullu sama, sko. Ha? Er ekki einhver ótti eða hræðsla við að þegar þú ferð frá litla Íslandi eða einhvern veginn að þá farur þú bara inn í einhverjum vél sem segir bara að þú verður að gera þetta svona. Þú verður að gera bara þennan hitt. Það þýðir ekkert lengur að gera bara eitthvað sem þig langar. Það sem er fallegt við Ísland er að maður hefur svo mikið svigrúm til þess að gera sjálfur. En erlendis þá er maður bara að fara í eitthvað writing camp og það eru bara 5 manns að semja 1 lag fyrir 1 artista og það er bara að vera að reyna að gera næsta hit, skilur. Og ég hef farið í svona writing camp og verið að semja fyrir aðra artista og ég er bara svona, hvað er þetta? Því þau eru með bara einhverja formúlu, skilur. Ef þú vilt vera eins og Ariana Grande, þá förum við þessa leið, skilur. Ef þú vilt vera eins og Post Malone, þá förum við þessa leið. Maður þarf alltaf að vera, þú veist, ógeðslega ákveðinn og brjótast út úr einhverjum kassa sem maður er alltaf að reyna að setja mann inn í, sko. Það gerist allt svo hratt, einhvern veginn. Þetta er, hvað, 1,5 ár? Hvernig er þín upplifun af þessu öllu? Sko, í fyrsta lagi líður mér bara eins og þetta sé búið að vera mörg ár. Og mín upplifun af þessu öllu saman er bara
Já, ok, skilur, bara svona. Þú getur fylgst svo vel með hverjir að hlusta á þig, hverjir að læka myndirna þínar, hverjir að gera hitt og þetta. Það er bara sannað, það er kvíðavaldið. Já, maður getur alveg fest í því, sko. Ég hef alveg oft sest niður og verið bara eitthvað, ok, þetta lag sló í gegn. Ég þarf að búa til svona lag aftur. Maður þarf sko stanslaust að vera að minna sjálfan sig á bara hei, þú veist. Og vera samkvæm sjálfur sér er ógeðslega erfitt í þessum bransa, sko. Af því fólk er alltaf að segja hvað er rétt og hvernig þú ert að vera og það er svo töff þegar þú ert svona og ég fíla svo mikið þetta og þú ert stanslaust að heyra eitthvað svona hvernig ég á að vera, þannig að þú þarft svo mikið að vera bara með kjarnað þinn, skilur, og bara svona vita bara svona, veist, ég stend ekki fyrir þetta og ég fíla ekki þetta og ég vil ekki að þú talir svona um mig, skilur, og að fá svona athygli hratt getur líka bara fokka manni upp, skilur, eða það getur verið bara ógeðslega góður drifkraftur í að gera eitthvað meira og stærra. Maður verður bara að passa sig, sko, að vera bara geðveikslega meðvitaður. Var einhver tímapunkt þar sem þú fannst bara, ég meik ekki? Ég hef alveg oft bara setið bara hérna upp í rúmi og bara starra á vegg bara, hvað er ég að gera? Er þetta eitthvað sem þú vilt gera alla þína ævi? Eða skilur, þá er maður eitthvað svona, nei, þú veist, ef að, það er rétt þér eitthvað sem að ég hefur alltaf langað í, þá langaði allt í einu í það, skilur, og ég bara var tónlist hana. Nei, það er eitthvað, jú, samt það er búið draumum gett mikið og, þú veist, þetta er ógeðslega skrítið hvernig maður virkar varðandi það að þrá eitthvað svo heitt og svo gerist það, að þá einhvern veginn verður maður hræddur, sko. Stundum veit ég ekki eins og af hverju ég er bara búin á því. Og það að vera kærastinn eða vinurinn eða foreldrið er svo sem maður fær mest einhvern veginn á því að kenna. Það er bara svo margt sem maður fylgir því náttúrulega að eiga kærasta, skilur, og svo margt sem maður fylgir því að vera tónlistarmaður eða listamaður, skilur. Það einhvern veginn fylgir því svo mikið sektarkennd að leyfa sér að vera, að hafa mikið að gera. Ég þarf að skreppa frá, ég þarf að bla bla bla, skilur. Ég get ekki ímyndað mér hvernig það er að ef einhver styður ekki það sem þú ert að gera, sko. Það er rosalegt, sko.